Það var undanúrslit bikar með Hött. Lítur nú svolítið stoltur af þessum árangri liðsins að vera komin að þennan stað. Já, bara virkilega stoltur. Ánægður með það. Tekið KR í 8 liða úrslitunum núna síðast, bara með minnsta mun mögulegum. Þannig að hafa verið ánægður í 2-3 daga eftir það. Já, eða með skuttum framöndu minnati og svo var það bara næsti leikur, við getum ekkert verið að gleyma okkur í gleðinni. Nei. En undanúrslitin í bikarnum Höttur hefur aldrei komist í undanúrslitin það áður? Nei, aldrei. Bara verið tiltölulega langt frá því í flest skipti, sko. Já. Þetta svolítið sérstakt Hattarlið sem með í höndunum þetta tímabilið, eða ekki? Jú, þetta hefur svona bara betra lið en verið með áður og bara mínum að þetta er betur samsett. Það hefur svona komið góð púsl inn í þetta. Við það sem við höfum verið að svona byggja upp í nokkur ár, þannig að þetta er svona bara stepp bara að orðið betra lið og að svona alltaf verða svona öflugra bara í kringum þetta hjá okkur. Hvað var í þessum undanúrslitum, hvernig hefur ykkur gengið gegn Íslandsmeisturum á þessu tímabili? Við spiljum hörkuleikvið á Hlíðarenda og þannig að það er klárlega þannig að menn geta rankað það að Valur er sterkari lið á pappír en við bara komum hérna með reynum að gera upp stemmingu og halda áfram að gera eitthvað óvænt. Sáu eitthvað það Höttur staðið fyrir því að það væri verið að auglýsa flug með suður til Reykjavíkur? Má búast við fullir höll af brjáluðum Hattar austanmönnum? Vonandi, sko. Já, ég meina það er eitthvað tilboð á flugferðum og eitthvað svoleiðis sem Icelandair stendur fyrir og sem er bara frábært en eins er mikið af Austfirðingum og Egilsstaðabúum sem búa hér á höfuðborgarsvæðinu, þannig að við vonumst bara til þess að fólk geti fjölmennt á völlinn og við náum að halda partíinu gangandi. Er ekki svolítið vont að vera að halda þetta í byrjun janúar, svona varðandi veðurskilyrði og annað fyrir útikrátið að koma? Já, þú ert nú komin í dúnúlpunna og svona, þannig að ég held að við séum bara klári í þetta. Ég held að við pælum ekki svona mikið í veðrinu, sko. Ef ég vakna á morgnana, það er bara spurning hvort ég setja mig húið eða ekki og svo fær maður bara í vinnuna, sko. Við getum ekki látið þetta stjórna líf okkar. Höttur væntanlega ætlar að ná í þennan bikarmeistaratitil? Já, bara klárt. Við værum ekki hér ef við ætlum okkur ekki alla leið en við getum alveg sagt að það er kannski lengra á tindinn fyrir okkur heldur en hinna og við þurfum að leggja okkur brattari brekkur og meiri mótvind og allt það en við förum vonandi á tindinn og verðum það bara öflugur en hinnir fyrir vikið. Hvort myndirðu vilja að Stjörnuna eða Keflavík í úrslitaleik? Ég bara myndi vera mjög þakklátur ef við kemum með góða frammistöðu og næðum að komast í úrslitaleik, þannig að hverjum við mætum þar og þá bara skiptir mig ekki máli, sko. Best ekki við þar, gangi ykkur vel. Sömuleiðis.